Praise the Lord. Ísi Guði. It's good to see you here this morning Já, gott að sjá okkur á þessum morgnin. on a Saturday morning, hungry for the Word. Laugardags morgni með hungur eftir orði Guðs. Praise the Lord. Ísi Guði. Today I'd like to just open with prayer. Bara að opna með bæn á þessum morgni. Father, we thank you. Að við þökkum þér. Thank you for your Word. Þakka þér fyrir orðið þitt. Thank you for your presence. Þakka þér fyrir nærveru þína. Thank you for all that you've done for each one of us here. Þakka þér fyrir allt sem þú hefur gert fyrir öll okkar. Lord, I pray for open hearts and open minds Biðum opin hjörtu og opin huga to receive your Word today að meðtaka orðið þitt á þessum morgni that will bring us even more freedom in you. sem færir okkur meira frelsi í þér In Jesus' name. í Jesú nafni. Amen. Amen. Now I need my glasses. Já, ég gleraugun mín. Thank you. This morning, we'd like to talk about a topic Við ætlum að tala efni á þessum morgni that's not a lot of times talked about. sem ekki ofta rætt And this topic we're talking about today is called overcoming rejection. og þetta sem við ætlum að tala í dag að sigrast á höfnun. Yeah, so in this topic today, we want to begin to unfold Svo í upphafi þá viljum við svona afhjúpa the Word of God regarding orð Guðs viðvíkjandi how Jesus hvernig Jesús was the most rejected of all. að honum var hafnað mest af öllum mönnum. Yet he was perfect. Samt var hann fullkominn. Yet he was the most rejected. Samt var honum mest hafnað. So today I'm just asking, as you journey with me Svo að við skulum, ég ætla að bjóða ykkur bara með í þessa ferð through this topic, í gegnum þetta efni, that you open your hearts að við opnum hjört okkar and be honest with yourself og þú verður heiðarlegur einlægur við sjálfan þig and with God. og við Guð. Because God already knows everything. Því að Guð nú veit nú þegar allt And his desire for us og hans þrá fyrir okkur is to be completely free in him. að vera algjörlega frjáls í honum. Praise the Lord. Þýrsi Guð. So the one thing I want us to say, even to each other, Svo að það sem við langar að við segjum jafnvel hvert við annað, is that God did not create us to be rejected, Guð hann skapaði okkur ekki til að vera hafnað. but he created us Hann skapaði okkur to be accepted, til að vera meðtekin, loved, elskuð and valued. og já, Because because we're valuable. We're worth a lot. við erum mikils virði. There's a high cost that was paid for us. Það var hátt gjald sem var greitt fyrir okkur. You know, we think of valuable things. Við hugsum verðmæta hluti Maybe we think of a nice car or a nice house or something valuable. og þá hugsum við stundum fallega bíl eða hús eða eitthvað sem einhvers virði. But I'm here today to tell you that you are very valuable. En ég hér í dag til að segja þér að þú ert mikils virði. You're so valuable that a high price was paid. Þú svo mikils virði að það var hátt gjald greitt. The very blood of Jesus Christ, Blóð Jesú Krists which we were reflecting on yesterday on Good Friday. sem að við vorum að minnast í gær á föstudaginn langa. Amen. Amen. And on Saturday, he was still in the grave, Og á laugardegi var hann enn í gröfinni, where we are today. þar sem við erum í dag. But he paid a very high En price. hann greiddi mjög hátt gjald. So I want you to look at your neighbor or someone next to you Svo að lítu á þann sem þér við hlið. and say, you were not created to be rejected. Þú varst ekki skapaður til að láta hafna þér. Now, I have to tell the Kenyans this that come to Bible school and the Tanzanians. Ég segi þeim frá Tansaníu þetta sem koma í Biblíuskólan. When we say look at someone and tell them something, you look in their eyes and you tell them. Þegar þú lítur á einhvern þá lítur í augu honum og þú segir honum. Ég þarf að segja þeim þetta í Afríku. You have to look at Já, them. þú ert að horfa á þá. Instead, we go like this. You were not created to be Já, í rejected. staðinn segjum við þú varst ekki skapaður til að vera
láta hafna þér. And now you're going to say, Og nú segjum við, you were created þú var skapaður to be accepted. til að vera meðtekinn. Tell your neighbor. Segðu nágranna þínum það. Þú var Accepted. skapaður til að vera meðtekinn, Loved elskaður and valued. og verðmætur. And tell your neighbor, you are very valuable. Og segðu nágranna að þú ert mikils virði. And those watching, tell yourself, I am very valuable. Og segðu við sjálfa þig, ég mjög verðmætur. Já, þið sem eruð að horfa. You see, this term rejection, Rejection, Já, this term höfnun. rejection höfnun, is to be cast aside. að vera lagður til hliðar, kasta til hliðar. In other words, to be thrown away, Já, hent út, hent í burtu. as if there's no value. Og það ekki, af því að það ekki einskis virði. And it can be very painful. Og það getur verið mjög sársaukafull. It causes a person to feel as if they have no value, Og það gerir það verkum að manneskinu finnst hún einskis virði. as if we're worthless, Og bara verðlaus. as if there's something wrong with us. Og að sé eitthvað að hjá okkur. But God didn't create us to be like that. En Guð skapaði okkur ekki til að vera þannig. And everyone experiences rejection. Og allir hafa upplifað höfnun. And some experience it more than others. Og aðrir upplifað það meira en aðrir. Now, I'll give you a little testimony of my own life. Ég ætla að gefa ykkur lítinn vitnisburð úr mínu eigin lífi. I could never stand here and talk to you, ever. Ég geti aldrei, hefði aldrei getað að tala við ykkur. You know, when I was growing up, Þegar ég var að vaxa úr grasi, my story is that my birth father að mín saga að minn blóðfaðir, was very abusive. hann var mjög ofbeldishnegður, já, Yeah, to my mother. gagnvart móður minni. And so we grew up as children Svo við ólumst upp sem börn, in a house of turmoil. þar sem var bara öngþveiti. And so there came a time Svo það kom sá tími that my mom had to go to work að mamma þurfti að fara að vinna to be able to put food on our table. til þess að geta sett mat á borðið. Because what he would do is he would go and he would gamble all the money that he worked for. Hann fór og hann gamlaði bara öllum þeim peningum sem hann vann fyrir. So what happened, Svo það sem gerðist, my mom would come home from work, mamma kom heim frá vinnu he would show up, og hann kom, and he would beat her and take the money. og hann barði hana og tók peninga hennar. Therefore, we had no money for food, Þess vegna höfðu við enga peninga no fyrir money mat. for the kids, for their needs. Og það var ekkert fyrir okkar þörfum. And it makes a child feel as if they're worthless. Og þetta gerir það verkum að barni finnst að vera einskis It vinnu. makes the children even feel like they have no value. Börnum finnst þau bara, já, einskis verð. And so, growing up in this, Svo alast þannig upp I began to make some inner vows. að þá byrjaði ég að gera heit innra með mér. And we're going to learn how they can be very destructive in our life. Og við getum lært hvernig það getur haft eyðileggjandi áhrif á líf okkar. One of my inner vows was I was never marrying an Italian. Eitt af mín innri heitum var að ég myndi aldrei giftast ítölskum manni. Now, God has a sense of humor in all of Og this. það eins og Guð hafi kímnigáfu í þessu. If my husband would stand up, you can see he's 100% Italian. Ef að eiginmaðurinn stendur upp að hann 100% Ítali. Praise the Lord. Prísi Guði. But anyway, you grow up and you make these, you build walls. En þú elst upp og þú lærir að byggja múra. And we build walls around us, our hearts, to survive. Og við byggjum múra í kringum okkur til að bara, já, komast af. So when I grew up even later, Og þegar ég síðar meir, we're going to talk about causes of rejection. We're going to talk about the já, við causes ætlum að tala orsakir höfnunar and then the results, the fruit that comes on our tree.
og síðan ávöxtin sem kemur á tré okkar frá því. But I had a lot of this negative fruit on my tree. Ég var með mikinn neikvæðan ávöxt á mínu tré And I honestly didn't know where it was coming og from. ég vissi ekki hvaðan þetta kom. I'm wondering, why am I acting like that? Og ég hugsa, af hverju hegða ég mér svona? And wondering, where's this coming from? Hvaðan kemur þetta? After we got saved, Eftir að við frelsuðust, we got saved in 1988. við frelsuðust 1988, And was it 1988? var það We got 88? saved. Já, við frelsuðust. I love Jesus. Ég elska Jésu. He was my best friend. Hann var minn besti vinur og You could talk to me about Jesus any day. Þú, Talk to me about him já, any þú day. getur talað við mig Jésu allan daginn. But one time we were in a worship service in our Bible school, Einu sinni vorum við á lofgjörðarsamkomu í biblíuskólanum okkar and the worship leader began leading us to love the Father. og lofgjörðarleiðtoginn hann byrjaði okkur að leiða okkur inn í að elska föðurinn. I had a problem with that. Ég hafði vandamál þar. I'm like, Father? Fadir, Because of the negative impact my birth father had in my life, vegna hina neikvæðu áhrifa sem blóðfæður minn hafði á líf mitt, I had built a wall. þá hafði ég byggt upp vegg. I didn't know I built a wall. Ég vissi ekki að ég hafði byggt upp vegg. And that wall kept me from entering into worshiping like that. Svo þessi veggur hindraði mig í að byrja að lofa Guð þannig. And I also felt very unworthy. Og mér fannst ég mjög óverðug. So what happens is Svo það sem gerðist, that everyone experiences rejection. allir upplifa höfnun. All of us have experienced Við höfum it. öll upplifað höfnun. This can be due to our living environment. Þetta getur verið bara frá umhverfi okkar, It can be due to people that were around. fólki sem í kringum okkur, And it can be due to a sensitive personality. og þetta getur verið líka viðkvæmur persónuleiki. Some of us are more sensitive than others. Sumir eru viðkvæmar en aðrir In the case of my family, og í mínu tilfelli, there were fjölskyldu 3 minnar, children that grew up in that environment. við vorum 3 sem ólust upp í þessu umhverfi. Some of us were tougher. Sum voru harðari af sér, We built a thicker wall við byggðum þykkari veggi and we were able to deal with it. og við vorum færum að fást við þetta. So we thought. Við héldum það. But then my brother, En bróðir minn, he would sit there at 6 years old. He would sit there and hann satt þar watch 6 ára gamall og hann fylgdist at með. 6 years old 6 ára gamall. why my father beat my mother Á hverju pappa berja mömmu and showed no emotion whatsoever. og hann sýndi engar tilfinningar. Didn't cry, Grét ekki, didn't scream, öskraði ekki, just sat there, bara satt þar. almost like he couldn't move. Eins og hann gæti ekki hreyft sig. And to this day, Og fram á þennan dag, he's still paralyzed þá hann lamaður in a lot of his life. In a á lot of his mörgum life. sviðum lífsins. And still hasn't accepted Jesus yet. Hann hefur ennþá ekki meðtekið Jesú Because that's where our healing comes from. vegna þess að þar kemur lækning, Praise þaðan God. kemur lækningin, dýrsi Guði. Amen. So sensitive personalities Svo viðkvæmur persónuleiki, deal with rejection different. hann tekst á við höfnun öðru vísi. But in this topic today, En efnið okkar í dag, we want to talk about overcoming þá rejection viljum við tala að sigrast á höfnun because we're overcomers. vegna þess að við erum sigurvegarar. So I have something I want to hand out to everyone Svo before I ég go með on. blað sem ég langar að gefa ykkur öllum. And so if we could hand it out. Ef við getum Paul, dreift því. that's all Icelandic or? Oh, okay. Já, já. Ég setti mig yfir á íslensku. So what I want to do, this is called the Father's Love Letter. Þetta kallað ástarbréf föður míns. Remember we started out today saying Við byrjuðum á að segja, that God did not create us to be rejected, Guð skapaði okkur ekki til að láta hafna okkur, but accepted, heldur að meðtaka, loved, vera meðtekin, and elskuð valued. og verðmænt. So in this love letter is all scripture. Svo í þessu ástabrefi sem fullt af ritningum, It's all the Word of God. þetta allt orð Guðs
And this father's love letter is to you personally. Og þetta ástarbréf föðurins til þín persónulega. It starts out with my child. Þetta byrjar á upphafið barn mitt. And what I did is I wrote my name there. Ég skrifaði nafni mitt þar. So I want you to put your name there. Svo ég vil biðja ykkur að setja nafnið ykkar þar. And then what I'm going to do is I'm going to read it to you, and I want you to meditate and think about the Father speaking to you. Og mér langar að lesa þetta til ykkar og mér langar að biðja ykkur að íhuga að þetta faðirinn að tala til ykkar. These aren't just words. Þetta ekki bara orð. This is the word of God on how the Father's heartbeat. Þetta orð Guðs, hvernig hjarta hans slær for each one of us. Fyrir hvert okkar. It says, Það segir, you can follow with me, you can just listen. þið getið fylgt mér eftir eða hlustað. My child, you may not know me, Barnið mitt, þú But þekkir mig kannski ekki. but I know everything about you. Ég veit allt þig. I know when you sit down and Ég- when you rise up. Veit hvenær þú situr og hvenær þú stendur upp. I am familiar with all your ways. Ég þekki alla vegu þína. Even the very hairs on your head are numbered. Jafnvel hárin á höfði þín eru talin. For you are made in my image. Þú ert skapaður í minni mynd. In me you live Í mér lifir þú, and move hrærist þú and have your being. og já, hefur alla þína tilveru. For you are my offspring. Því að þú ert afkvæmi mitt. I knew you even before you were conceived. Ég þekkti þig jafnvel áður en þú varst getinn. I chose you when I planned creation. Ég útvaldi þig áður en ég skapaði heiminn. You were not a mistake. Þú varst ekki mistök. For all your days are written in my book. Allir dagar þínir eru skráður í bók mína. I determined the exact time of your birth Ég ákvað nákvæman tíma fæðingar þinnar and where you would live. og hvar þú myndir búa. You are fearfully and wonderfully made. Þú ert undursamlega skapaður. I knit you together in your mother's womb Ég óf þig í móðurkviði and brought you forth on the og day you ég were fæddi born. þig á þeim degi sem þú fæddist. I have been misrepresented by those who don't know me. Ég hef verið rántúlkaður af þeim sem þekkja mig ekki. I am not distant and angry, Ég ekki fjarlægur og reiður, but am the complete expression of love. heldur ég fullkomin birtingarmynd It's my kærleikans. desire to lavish my love on you, Ég þrá að umvefja þig með kærleika mínum, simply because you're my child and I'm your father. einfallega vegna þess að þú ert barn mitt og ég faðir þinn. I offer you more than your earthly father ever could, Ég býð þér meira en jannesku faðir þinn nokkuð tíman gæti, for I am the perfect father. því að ég fullkomin faðir. Every good gift that you receive comes from my hand, Sér hver góð gjöf sem þú fær kemur frá minni hendi. for I am your provider and I meet all your needs. Ég sé fyrir þér og mæti öllum þörfum þínum. My plan for your future has always been filled with hope, Áætlun mín fyrir líf þitt ætíð fyllt von. because I love you with an everlasting love. Með ævarandi elsku hef ég elskað þig. My thoughts towards you are countless as the sand on the seashore. Hversu stórkostlegar eru hugsanir þínar og Guð eins og sandur á sjávarströnd. And I rejoice over you with singing. Og ég fagna yfir þér með gleðisöng. I will never stop doing good to you, Ég mun aldrei snúa frá þér með velgjörðir mínar. for you are my treasured possession. Þú skalt vera sérstök eign mín. I desire to establish you with all my heart and all my soul. Ég gróðuset þig í þessu landi af heilum hug og öllum mætti. And I want to show you great and marvelous Og ég vil things. sýna þér mikla og undursamlega hluti. If you seek me with all your heart, you will find me. Ef þú leitar mín af öllu hjarta, muntu finna mig. Delight in me and I will give you the desires Hafðu of your heart. ununa mér og ég mun veita þér það sem hjarta þitt For it gefur. is I who gave you those desires. Það ég sem verka í þér að vilja og framkvæma. I am able to do more for you than you could possibly imagine. Ég get gert meira fyrir þig en þú getur ímyndað þér. For I am your greatest encourager. Því að ég þinn huggari, miklu huggari. I am also the Father who comforts you in all your troubles. Ég líka faðirinn sem huggar þig í öllum þínum þrengingum. When you are brokenhearted, Þegar þú ert með sundumar í hjarta, I'm close to ég you. nálægur þér.
As the shepherd carries a lamb, eins og hirðir ber lamb, I have carried you close to my hef ég heart. borið þér nærri hjarta mínu. One day I'll wipe away every tear from your eyes, Dag einn mun ég þerra hvert tár af augum þínum. and I'll take away all the pain you've suffered on this Ég mun earth. taka burt allan sársauka sem þú hefur mátt þola á þessari jörð. I am your father, Ég faðir þinn and I love you even as I love my son og ég elska Jesus. þig eins og ég elska son minn Jesú. For in Jesus my love for you is revealed. Því að í Jesú opinberast kærleikur minn til þín. He is the exact representation of my being. Hann nákvæm ímynd veru minnar. And he came to demonstrate that I am for you, not against Hann you, kom til að sýna að ég með þér ekki á móti þér and tell you I am not counting your sins. og til að segja þér að ég tel ekki syndir þínar. Jesus died so that you and I could be reconciled. Jesús stóð svo að þú og ég getum sæst. His death was the ultimate expression of my love for you. Dauði hans var endanleg tjáning á kærleika mínum til I þín. gave up everything I loved that I might gain your love. Ég gaf upp allt sem ég elskaði til að ég gæti öðlast kærleika þinn. If you receive the gift of my son Jesus, Ef þú meðtekur gjöf sonar míns Jesú, you receive me. þá meðtekur mig. And nothing will ever separate you Og ekkert mun nokkuð tíman skilja þig from my love again. frá kærleika mínum aftur. Come home and I'll throw the biggest party heaven has ever Komdu seen. heim og ég mun halda stærstu veislu sem heiminin hefur nokkuð tíman séð. I have always been father and will always be father. Ég hef alltaf verið faðir og mun alltaf vera faðir. My question is, Spurning mín will you be my child? viltu vera barn mitt? I'm waiting for you. Ég býð eftir þér. Love your dad, Kærleikskveðja pabbi þinn. Almighty God. Almáttugur Guð. Hallelujah. Praise Halleluja. God. Jesú This Guð. is very powerful. Þetta mjög öflugt. As you meditate on this, it's all the Word of God. Sem þú íhugar þetta, þá þetta allt saman orð Guðs. And it begins to go deep within our spirit. Og þegar þetta kemur djúpt niður í and okkar, And we begin to experience the Father's love in a way that begins to set us completely free. og við byrjum að upplifa kærleika föðurins, að þá setur það okkur frjáls. What I want us to think about is how Jesus Það sem langar að við hugsa hvernig Jesús experienced rejection more than any other person on Hann- earth. upplifði höfnun meir en nokkur annar hér á jörð. He did not have the acceptance or the approval Hann var ekki meðtekinn eða já, of men, samþyktur af mönnum while he was on this earth. meðan hann var á jörðu. If we'll turn to Isaiah 53, Og ef við lítum á Jesaja 53, I want us to start with verse 3. að þá vil ég byrjum á versi 3. And it says, He is despised and rejected by men, Hann var fyrirlitinn a man of sorrows og menn forðuðust hann, and acquainted with grief. harmkvæla maður og kunnugur As þjáningum, we hid, as it were, líkur manni, our faces from him. menn byrgja fyrir andlit He sín. was despised, Fyrirlitinn and we did not esteem og him. við mátum hann einskis. I want to read verse 4. Ég ætla að lesa vers 4. Surely he has borne our griefs Vora þjáningar voru það and carried our sorrows. sem hann bar og vor harmkvæli. Yet we esteemed him stricken, Við álitum hann refsaðan, smitten by God and slegin af afflicted. Guði og Now. lítillættan. Verse 5. Vers 5. But he was wounded for our transgressions, En hann var særður vegna vorra and he synda, was bruised for our iniquities. kramin vegna vorra misgjörða. And the chastisement for our peace was upon him, sem við höfðum tilunnið kom niður á honum. and by his stripes we are Og fyrir hans healed. benjar urðum við heilbrigð. Amen. Amen. And in 1 Peter 2:24 it says, by his stripes we were healed. Fyrsta Pétursbréf 2:24 segir að fyrir hans benjar urðum við heilbrigðir. Because at the cross, Vegna þess að á he krossinum paid for our healing, þá greiddi hann fyrir okkar lækningu. for our forgiveness of sins, Fyrirgefningu syndana, as well as our healing physically einnig líkamlega lækningu okkar and even emotionally. og jafnvel tilfinningalega. I often think about the crown of thorns. Ég hugsa oft þyrnikorununa. And we have acacia trees in Kenya. Við erum með akasíutré í Kenya.
And that's what they say was used. Þeir segja að það hafi verið notað And the thorns sometimes are like this long og þyrnarnir eru stundum þetta on an langir acacia tree. á akasíutrénu. And when they made the crown of thorns, they shoved that into his head. This is our soul, our emotional healing. Og já, þeir settu þetta stungu þessi í höfuð hans og þetta gjaldi fyrir okkar tilfinningalega lækningu. His blood. Blóðið hans. It's through his blood. Blóðið hans. Praise God. Ég sé Guð. Amen. But the rejection he endured in this life En höfnunin sem hann upplifði í þessu lífi, and his death on the cross was all for our benefit. dauðinn á krossinum, það var allt okkur til handa. What I want us to remember here is Jesus didn't have a problem. Það sem ég vil að við munum að Jesú hafði ekkert vandamál. He was without sin. Hann var án syndar. He was actually perfect. Hann var fullkominn. Yet he was rejected. Samt var honum hafnað. Being perfect will not exempt us or protect us from rejection. Að vera fullkominn það einlega leysir okkur ekki frá því að vera hafnað. Sometimes we think if we can just be good enough, Stundum höldum við að við getum bara verið nóg góð. if we can just be perfect, Ef við getum bara orðið fullkominn, then everybody will like us. þá muni öllum líka við okkur. But I think we're finding out that that's not the case. En ég held að við höfum fundið það út að það No matter ekki how málið. good we are, Sama hversu góð við no erum, matter how we do things so perfect, sama hversu fullkomna hluti við gerum, we still find rejection. að þá finnum við samt fyrir You see, höfnum. he willingly took our problems. Hann tók fúslega á sig Our vandamál okkar, problems and our wounds okkar sár and our hurts og særindi and even our rejections upon himself. og jafnvel okkar höfnun á sjálfan sig. So as we go on, the first thing we need to realize is our healing Svo við þurfum að gera okkur grein fyrir að lækningin is okkar, only found in Christ. hún aðeins fundin í Kristi. You see, we have to come to a place Við þurfum að koma á þann stað that our value is not based in someone else. að verðleiki okkar, við byggjum það ekki á áliti annara, And what they think hvað þeir hugsa or what they say about us. eða hvað þeir segja okkur. We have to reach a place Við þurfum að koma á þann stað. that we're not just people pleasers to protect ourselves from rejection. Við erum ekki að þóknast fólki til að vernda okkur frá höfnun. We have to realize that our value Okkar gildi comes only in him. kemur aðeins í honum. That without him we're actually nothing. Án hans erum við bara ekkert. But with him we're everything. En í honum erum við allt. Praise God. Amen. So we need to find our value Svo in við him. þurfum að finna gildi okkar og verðleika í honum. We have to come to a Við place þurfum að koma á stað that our value is when we know who we are. að virði okkar og gildi þegar við vitum hver við erum. We know who we are in Christ. Við vitum hver við erum í Kristi. And the scripture that really set me free Og ritningin sem leysti mig was 2 Corinthians 5, var 2. Korinthubréf 5, verse 21. vers 21. That he made him to be sin Að hann gjörði hann að synd. So who made who to be sin? Hver gerði hvern að synd? The Father Faðirinn made his own Son gjörði son sinn to actually be sin. að synd. He who knew no sin, Hann sem þekkti enga synd. that we might be made the righteousness of God in him. Að við gætum orðið réttlæti Guðs. This Í changed my honum. life Þetta breytti lífinu. because when I began to meditate on the Þegar ég fact byrjaði að íhuga þessa staðreynd that God the Father að Guð faðirinn made his own Son sin að hann gjörði son sinn að synd just for me, bara fyrir mig, just for you. bara fyrir þig. If we were the only one on earth, he And we- still would have done it Við varum þau einu á jörðu, hann hefði samt gjört so það. that we could become the righteousness Svo of God við in gætum him. orðið réttlæti Guðs í honum. So a great exchange took place. Svo að það var mikil breyting sem átti sér stað. Jesus took all our sin Jésús tók alla syndir okkar and gave us his og righteousness. gaf okkur sitt So réttlæti. now I can Svo say, nú get ég sagt, I am the righteousness ég of God. réttlæti Guðs. You are the righteousness of Þú God. ert réttlæti You see, Guðs. this changes everything. Það breytir öllu.
all the feelings of unworthiness allar tilfinningar And guilt. and óverðuleika, condemnation öll fordæming begin to fall off. byrjar að falla af. Praise the Lord. Prís sé Guð. Hallelujah. And Prís for sé Guð. me, Og fyrir mig, this opened the door to really love the Father. þá opnaði þetta dyrnar að elska föðurinn. After all, he was the planner of everything. Eftir allt þá var það hann sem hafði planað allt, áætlað allt. And Jesus Og Jesús, was the willing vessel. hann var The fús vessel. til að vera verkfæri, fúst verkfæri, And the Holy Spirit og heilagur andi was the action player. og var The action player, the Já, one who brought hann it to pass. framkvæmdi verkið, kom því til leiðar. So it was God the Father who planned our salvation. Svo að Guð, faðir okkar, hann áætlaði lausn okkar And Jesus, og Jesús, the willing vessel, yes, I'll do it. hinn fúsi sonur, hann sagði já, ég gjör það. And the moment we said yes to what Jesus said yes to, Og á því augnabliki sem við segjum já við því sem Jesús sagði já the Holy við, Spirit showed up, að þá sýnir heilagur andi okkur, removed the sin nature, hann tekur syndaeðli put í in the burtu righteous nature, og setur réttlátt and made eðli us the righteousness of og God. gerir okkur að Hallelujah. réttlæti Guðs. Praise Halleluja. God. Þér sé Guði. This is good news, guys. Þetta eru góðar fréttir. You can say amen. Ég get sagt amen. Amen. Say amen. Halleluja. Praise the Lord. Þér sé Guði. We need to realize that we are accepted in the beloved. Við þurfum að gera okkur grein fyrir að við erum meðtekið af hinnum elskaða. That's Ephesians 1:6. Þetta er Efesusbréfið 1:6. We also have to realize if God be for me, Ef að við þurfum einnig að gera okkur grein fyrir ef að Guð er Who can fyrir be mig, against me? hver getur staðið gegn mér? if God is for you, who Ef can be Guð against er you? með þér, hver getur staðið gegn þér? The next thing we have to realize is that no human being can provide healing for us. Næsta sem við þurfum að gera okkur grein fyrir að engin mannvera getur gefið lækningu fyrir okkur. Sometimes we're depending on others Stundum reyðum við okkur á aðra to make us feel good about ourselves. já, að okkur líði vel með okkur sjálf And they're not going to provide the healing that we need. og þeir koma ekki með þá lækningu sem við þörfumst. People go from relationship to Fólk relationship. fer úr sambandi í samband, They hop from church to church, fara hoppa frá kirkju í all kirkju looking for acceptance og allir að leita eftir því að vera and still meðteknir experiencing some rejection, og upplifa höfnun, not realizing Og who gera sig- they really are in Christ. gera sér ekki grein fyrir því hverjir þeir eru í Kristi. Hallelujah. Halleluja. No one can provide the healing we need. Enginn getur fært þér lækninguna sem þú þarft. Just tell your neighbor, only Jesus. Segðu Only nágrannaðinum, Jesus. bara Only Jesús. Jesus. Bara Jesús. The good news is there's healing Góðu fréttirnar eru, það lækning for this thing called rejection. gegn þessu sem við köllum höfnun. And yes, when we're born again, Frá því að við erum endurfædd, we become the righteousness of að God. þá verðum við réttlæti Guðs. Victory was won on our behalf, Sigurinn var unnin fyrir okkur, but we're a three-part being. en við erum eins og þríeinar mannverur. The part of me that got born again was the Spirit. Hlutin sem að endurfæddist var andi minn. I am a spirit. Ég andi When this body, this shell drops, og þegar að þessi skel fellur af mér or this tent disappears, eða þetta tjald hverfur, I continue to walk on að þá held ég áfram að ganga because I am a spirit. vegna þess að ég andi. Amen. Amen. We have a soul, Við höfum sál which is our mind, will, and emotions. sem að hugur okkar vilji og tilfinningar And that was not born again. og það endurfæddist, sá hluti endurfæddist ekki. That's why we have to renew our minds Þess with the vegna Word of God. þurfum við endurnýja hugafar okkar með orði Guðs And we live in a body, og við lifum í líkama, this flesh, þessu holdi, okay? And that wasn't born again either. og það var ekki endurfætt heldur. So we're born again. Svo við erum endurfætt Our spirit man is made righteous, og okkar and andlegi our maður spirit man is réttlættur growing. og hann byrjar
Our spirit starts is growing. still growing. Yeah, our spirit og man. andi okkar enn að vaksa. But there's still things in our soul, En það enn hlutir í sálarlíf okkar, in our emotions, tilfinningarlíf okkar, and other areas in our bodies og öðrum sviðum í líkam okkar that we're still dealing with on this earth. sem við þurfum að fást við á þessari jörðu. So some of these things, Sumir þessir hlutir, the rejections that we've experienced, höfnunni sem við höfum upplifað, have taken root hefur fest rætur in our soul, í sál okkar and we're dealing with them. og við þurfum að fást við. But in many churches that I travel around, En í mörgum kirkjum sem ég hef heimsótt, nobody wants to talk about that. þá vill enginn tala þetta. You know, we're free in Við erum frjáls Jesus. í Jesú We walk in faith and victory. og við göngum í trú og And sigur. yes, I do. Já, ég geri. But the fact remains that people are still struggling with things on this earth. En staðreyndin að fólk ennþá að fást við hluti á þessari jörð. So what I want to do, Svo það sem ég langar að gera, and I don't know how many will do it, but og we ég veit can, ekki hversu I'm margir hoping munu all gera of you, það. maybe someone can pass out a piece of Kannski paper to einhver everyone. sem vill. As I'm talking, if anything stands out to you, Ef það eitthvað sem þú manst eftir, that yes, I've experienced this in já, my ég life, upplifa þetta í lífi mínu, you can just make a quick note, just write it. skrifa það bara niður á þetta blað, Because at the end, we're going to deal with it at the cross. vegna þess að We're going to þegar take kemur á care lokum of it. þá Yeah. munum við fást við þetta við krossin. So there are many causes of rejection. Það eru margar orsakir fyrir höfnun. So sometimes it's a little painful going through thinking about these things. Stundum það sársaukafullt að fara í gegnum þessa hluti og hugsa þá. I don't know any of you or any of your backgrounds, Ég þekki ekkert ykkar eða bakgrunnin hjá ykkur, but the Holy Spirit knows. en heilagur andi veit. Amen. And so as we go through this list, Svo þegar við förum í gegnum þennan lista, I'm just going to name some things þá ætla ég að nefna nokkra hluti that can be causes sem geta verið of orsakir rejection in our life. af höfnun í okkar lífi. And as I do, if it's anything that you say, yes, that's something I dealt with or something I've been through, Og sem ég geri það ef þú segir já, þetta eitt af því sem ég hef farið í gegnum, you can just make a note, þá settu það á miðan. okay? Thank you, Jesus. Takk Jesús. Okay, the first one Það fyrsta, here is unwanted conception. ég var, You það var weren't- ekki óskað eftir fæðingu minni. In other words, you weren't planned and you were told you weren't planned. Það var ekki óskað eftir þér og þér var sagt svo. That you just came by accident. Þú varst You bara thought. slys. But your parents didn't really plan to have you. Foreldrar þínir, þeir ætluðu ekki að eignast þig. Contemplated or attempted abortion, Uh, where the parent actually thought about having an abortion. Já, foreldrarnir þeir hugsuðu að hafa fóstureyðingu, framkvæma fóstureyðingu. Or you were born a different sex from what the parents wanted. Eða þú varst fæddur í öðrum líkama heldur en, eða öðru kyni heldur en foreldrarnir óskuðu They wanted a eftir. boy, and here you are, you're a girl. Þau vildu fá dreng og They've hér already ertu. had 4 boys, and stúlka. here you are, another boy. Þau áttu 4 drengi fyrir og nú kemur 5. drengurinn. And you felt it. Og þú fannst fyrir þessu. Or you're born with a defect, Eða þú ert fæddur með einhvern, like a learning disability, já, þú ert erfitt með að læra, a physical defect. eða líkamlega föllun, já, þú ert fæddur með föllun And that you felt the rejection. og þú fannst fyrir höfnun. Comparison to another sibling. Og líka samanburðu við önnur systkini. In other words, you're not as smart as your sister. Þú ert ekki eins klár og systir þín. Why can't you be successful like your brother? Af hverju getur ekki verið jafn duglegur og bróðir þinn? This one's a doctor and you're just a plumber? Já, hann læknir og þú ert bara pípari.
So comparison, Svo samanburður. adoption. Uh, You might have been adopted Já, into a Þú getur family. hafa verið ættleiddur Abandonment. eða You were abandoned. Ha. You were left to someone þú else to varst take care yfirgefin, of. þú varst skilin eftir fyrir, já, Yeah, maybe you were left with the grandparents kannski skilin eftir hjá ömmu og afa or another family member, eða öðrum fjölskyldumeðlimi or just left eða bara completely. yfirgefin. The death of one or both parents. Dauði annars eða beggja foreldra. Sometimes when we're young and we lose our parent, Stundum þegar við missum foreldra okkar á unga aldri, we feel as a child as if we've been abandoned. þá upplifum við að við höfum verið bara yfirgefin. Abuse, including physical, Og beittur ofbeldi, jafnvel andlegu eða líkamlegu. verbal, eh, Verbal abuse. Já, eða bara munnlegu ofbeldi, sexual abuse, kynferðislegu ofbeldi, emotional abuse, tilfinningalegu ofbeldi and the withholding of love. og ekki bara fengi kærleika. That you weren't shown love. Þér hefur, You weren't shown love. þér You var weren't sýndur told, I kærleikur. love you, and hugged. Já, þér var ekki sýndur kærleikur. Já, aldrei tekið utan um þig. And any kind of physical abuse or Og sexual. hvers konar andlegt ofbeldi. A parent with a mental illness Foreldrar sem eru andlega fatlaðir, the child may have felt abandoned. að þá upplifir barnið sig yfirgefið Peer rejection, og félagar hafnaðir, vinir og félagar hafnaðir, growing up rejected by friends, by teachers, elst upp hafnað af vinum þínum, félögum, kennurum and turmoil within the home. eða öngþveiti á heimilinu. If there's a lot of fighting going on in the house Alls konar já, ófriður á heimilinu and you never feel at peace. og þér finnst þú aldrei upplifa frið. I talk to the Kenyans because a lot of their stories they tell me Og ég hef talað við nemyndurnar í Kenya og margar sögurnar sem is þeir that segja when the father's coming home, í sambandi við faðirinn they kemur can heim. see him coming down the path from a distance Þeir sjá hann koma í fjarlægð, and they all run and scatter. þau hlaupa, Nobody wants to be home when he já, gets there og þau bara forða sér, enginn vill vera heima þegar hann kemur. because they're scared. Vegna þess að þeir eru hræddir, And so, because there's a lot of turmoil in the house. vegna þess að það er alls konar ofbeldi og öngþveiti á heimilinu. And then marriage rejection or unfaithfulness or divorce. Og síðan það höfnun í hjónabandi eða ótrúmennska eða skilnaður. It can be very painful. Það getur verið mjög So these sársauka. are just some of the causes Þetta eru bara fáar af þeim orsökum of rejection. höfnunar. Now, what's interesting Það sem áhugavert is that rejection is one of Satan's favorite tools að höfnun eitt af uppáhals áhöldum djöfulsins to use against people. að nota gegn fólki. Now, he doesn't care if you're a baby. Hún er sama hvort þú ert barn, He doesn't care who you are. hún er sama hver þú ert. He begins at the earliest time that he can Hann byrjar eins snemma og hann getur to try to get you to experience such rejection að fá þig til að upplifa þvílíka höfnun that you never accept Jesus. að þú meðtækir aldrei Jesú. But you're all sitting here. En við sitjum hér, He didn't win. hann vann ekki. Amen. Tell your Amen. neighbor, he didn't win. Hann vann ekki. We've accepted Jesus. Við meðtókum Jesú. Praise the Lord. Þér sé Guð. But sometimes what he's done, Stundum það sem hann hefur gert, he begins planting seeds, að hann byrjar að planta Seeds. sáðkornum, even in the womb, jafnvel í móðurkviði, to cause you to feel you have no value, til þess að gera það að láta þið finnast að þú hafir ekkert verðgildi and nobody wants you. og enginn vilji þig. A seed is something very small. Sáðkorn eitthvað sem mjög smátt.
So when you experience the pain of rejection, Svo þegar þú upplifir sársauka höfnunar, what we do is we draw our strength from Jesus. það sem við gerum, við drögum styrk okkar frá Jesú. Because we can identify with him. En við getum samsamað okkur honum. Why? Hvernig? Because he was the most rejected of all. He understands. Vegna þess að hann var sá sem var mest hafnað og hann skilur. He understands how we feel Skilur hvernig þið líður and what we've been through. og hvað við höfum gengið í gegnum. It has no power to harm us if we believe what God says and nothing else. Þetta getur ekki skadað okkur ef við trúum orði Guðs og það sem hann hefur gert. You see, in John 10:10, the thief comes to steal, kill, and destroy. Í Jóhannes 10:10 þjófurinn kemur til að stela, slátra og eyða, But Jesus has come to give us life en Jesús kom til að gefa okkur líf and an abundant life. og líf í Hallelujah. fullri gnægð. So it all comes back to getting this word in us for healing. Svo þetta kemur alltaf aftur að því að meðtaka þetta orð lækningarinnar inn í hjarta okkar. You see, the devil will arrange a lot of people to dislike you. Djöfullinn hann mun finna fullt af fólki til þess að As long as láta it sér hurts ekki you, líka as við long þig, as it hurts you. svo lengi sem það særir þig. You know, we haven't been delivered from persecution. Við höfum ekki verið leyst frá ofsóknum, But the enemy, he arranges people to come along our way óvinnurinn hann næri fólk til þess að koma í veg okkar to dislike us sem að líkar ekki við okkur if we Eða hafnar okkur. still keep reacting to it. ef að við bregðumst við því. If we still keep allowing it to hurt us and to penetrate. Ef við leifum því að særa okkur og taka sér bústað. Now, rejection starts as a seed. Höfnun, hún byrjar sem So I have some sáðkorn. seeds here. Ég er með You can sáðkorn pass them hérna. out. Just give everybody a seed. Gefa öllum sáðkorn. I want you to see how small the seed is. Mér langar bara að þú upplifi hversu smátt þetta sáðkorn Now Jesus said if you even have faith as small as a mustard seed, Jesús sagði að þú hefur bara svona trú eins og mustardskorn, we can move mountains, þá right? getum við fært fjöllin úr stað. I didn't have a mustard seed. Ég hafði ekki I didn't have mustardskorn, They're very, very tiny. þau eru mjög smá, But a mustard seed grows into a huge tree. en mustardskorn það vex upp í að vera stórt tré. I think the seed that you're getting now is a coffee bean or a coffee Ég held seed, að þetta sáðkorn sé kaffibön which grows into a big bush. sem að, já, It grows into a verður bush. stór runni. So this thing, rejection, Svo að þessi hlutur höfnun it starts as a seed. byrjar sem sáðkorn. And if it's allowed to remain and grow, Og ef við leifum því að vera og It- vaksa, it becomes a tree. að þá verður það tré. And so what happens is, Svo það sem gerist, it eventually affects everything about us. að það hefur áhrif á allt í okkar lífi. That is, until we take it to the cross of Jesus Christ. Það þangað til við tökum það að krossi Jesú Krist. Because what begins to happen is this seed begins to grow. Vegna þess að þegar þetta sáðkorn byrjar að vaksa, We begin to see through discolored glasses. að þá byrjum við að sjá hlutina í gegnum svona lituð gleru. So instead of seeing clearly, Í stað þess að sjá skýrt, it's as if this is yellow. þá sjáum við bara gult. And everything I see goes through the yellow Og lens. allt fer í gegnum gulu linsuna. And it's not a clear picture. Og það ekki hrein mynd. And so what skýr mynd. happens is it begins to affect all parts of our life. Og það sem gerist, þetta byrjar að hafa áhrif á alla þætti lífs okkar. And we're actually supposed to be trees of righteousness. Við eigum að vera tré réttlætisins, The planting of the Lord. plantan sem drottin hefur plantað. In Isaiah 61:3, we're called trees of Í righteousness. Jesaja 61 við erum kölluð réttlætis eikurnar. Now, this is real important to think about. Og þetta mjög mikilvægt að hugsa um. That which is at the root Það sem rótin will determine the fruit. af
That which is at the Já. root Sú rót sem til staðar mun gefa ávöxt. will determine the fruit. Ákveður ávöxtin. Já, eftir tegund rótar, þú færð ávöxt eftir þeirri tegund sem rótin Yeah. So whatever the fruit is, the Svo- root is, the svo- root, Hvaða rót það that will begin to show up as fruit on our tree. að það mun gefa ávöxt á trénu okkar. And so we want to make sure Svo við viljum vera viss that if we continue to be rooted að ef við höldum áfram að vera rótföst in rejection, í höfnun, abuse, ofbeldi, or shame, skömm, or guilt, sekt or poor self-image, eða léleg sjálfsímynd, like we think something's wrong with me, I'm not good enough. eitthvað að mér, ég ekki nógu góður. If we continue to allow those roots to remain in our life, Ef við leifum þessum rótum að vera til staðar í okkar lífi, the problems begin to develop. að þá byrja vandamálin að fæðast. And we find ourselves saying, I'm not good enough, Og við byrjum að segja, já, ég ekki nógu góður, so I must produce a pretend me. svo ég þarf að, segja þetta ekki, A pretend me. já, svo ég þarf að koma, þykjast vera eitthvað annað en ég Well, I must now wear a mask Nú þarf ég að setja upp grímu that everybody sees through that mask. sem allir sjá. I must be pretend me Og ég bara einhver þykistu ég. because I'm not good enough otherwise. Af því People að won't öðruvísi accept me. ég ekki nógu góður að þú meðtæki mig. And a lot of times we come to church. Svo komum við í kirkju. How are you? Hvernig hefur það? I'm fine. Já, ég hef I'm það gott. fine. Já, ég hef I'm það gott. fine. Ég hef það gott. And you're not fine. Og þú hefur það ekki gott. We produce a pretend me Við setjum upp grímu, þykistu ég, around certain places and certain people. í kringum ákveðið fólk. Or we have to control everybody and everything around us Eða við þurfum að stjórna öllum í kringum okkur so that I can be okay. svo að við getum verið í lagi. So if I can just control everything around me, Svo I'll ef be ég get okay. bara stjórnað öll í kringum mig, þá allt í lagi. And so we become controlling. Svo að við verðum svona stjórnsum. And this brings confusion to us Og þetta skapar ruggling hjá and okkur. inner turmoil. Og svona innri, já, ruggling. One of the fruits that come on the tree is depression, Og einn ávöxturinn sem vex á trénu þunglindi negativism or og negative, neikvæðni a lack of confidence, og skortur á sjálfstrausti, anger and hostility. reiði og já bara. But our roots should be in acceptance and love. En rætur okkar ætti að vera í meðtekni og kærleika And this develops good things in our og life. þá kemur góður ávöxtur í líf So okkar. when we were born again, Svo að þegar við we were made the endurfæddumst righteousness of God. og vorum gerði réttlæti The Holy Guðs, Spirit moved in þá kom heilagur andi og settist and að deposited also some other seeds, og hann gaf okkur önnur sáðkorn. the seeds of the fruit of the Spirit. Sáðkorn fyrir ávöxt andans. In Galatians chapter 5, Galatabrifi 5. we have love, joy, peace, Við höfum gleði, frið, kindness, gæsku, goodness, góðvild, patience, þolgæði, peace, Frið. peace, joy, gleði and self-control. og sjálfsaga. So let's picture ourselves, we're these trees. Og sem sagt ímyndum okkur að við séum tré. So we have some of this fruit developing on our tree when we got born again. Svo einhverjir af þessum ávöxtum að koma á tréð okkar þegar við endurfæddumst. But we notice there's some other fruit also coming on the tree. En við tökum eftir að það eru einnig aðrir ávöxtir á trénu. And what happens is it begins to crowd the other fruit that's trying to grow. Svo það sem gerist að, which one? Which one starts to choke out? The bad fruit bad starts roots. to- Yeah, yeah. begins to choke out the good fruit. Ok, svo já, slæmi ávöxturinn byrjar að kæfa góða ávöxtin. It's like a garden, Þetta eins og garður. and you plant your seed,
Þú plantar sákorninu and your corn is growing, og kornið grær upp but the weeds come en svo kemur illgresið and begin to take over the garden. og byrjar að taka yfir So garðin. you're not going to get the harvest. Svo færð ekki uppskeruna. You're still going to get some corn. Þú You're still going to get some corn, færð samt korn but it's not going to be to the extent that it could be. en það verður ekki í þeim Okay. mæli sem það hefði getað verið. So it's the same thing with us as this tree. Svo er það sama með okkur sem tré. We have the fruit of the Spirit in us. Við höfum ávöxt andansina með okkur And remember, the fruit has to grow. en myndu að ávöxturinn þarf að vaksa. But if these other things are popping up on the tree, it's crowding the fruit. En ef að þessir aðrir hlutir er að vaksa upp líka á trénu og kæfa And the way this shows up mostly is in relationships with people. og þetta sést best í samskiptum við annað fólk. With how we relate to other people. Hvernig við komum fram við annað fólk. How you treat them. Hvernig And how you relate to them. hvernig þú kemur fram og hvernig þú umgengst annað fólk. So this rejection, if it's not cleansed through the blood of Svo ef að Jesus, þessi höfnun er ekki hreinsuð með blóði Jesú, it can cause us torment. þá getur hún bara orsakað Especially skaðræði. as a Christian. Sérstaklega ef við erum kristin. Because we know Jesus paid Vegna the sem við price for þekkjum us. Að vitum að Jesú dó fyrir okkur. We believe that. Við trúum því, But yet we know honestly we're still struggling with some things. en samt erum við að berjast við ákveðna hluti. And we're expected to be perfect Og við eigum að vera fullkomin when we get born again. þegar við endurfæðumst, But we're not perfect. en við erum ekki fullkomin. We're growing. Við erum að vaksa And we won't be perfect actually till we see Jesus. og við verðum ekki algjörlega fullkomin fyrir við sjáum Jesú. We'll be more mature. Við verðum kannski We're þroskaðri growing. en að vaksa. And I think there needs to be some room for being honest Og ég trúi því að það eigi að vera pláss fyrir að vera einlægur og so heiðarlegur. that we can heal more and be more like Jesus. Að við getum læknað meira orðið líkari Jesú. We have to realize that these feelings and some of this fruit we're seeing Og við erum að gera okkur grein fyrir því að í sumum þessum ávöxtum að tilfinningar okkar sem fylgja are from something old that took place, old roots. koma frá gömlum rótum í líf okkar. And the fear of rejection causes us to think we're being rejected even when we're not. Og ótti við höfnun gerir það verkum að okkur finnst okkur vera hafnað jafnvel þegar okkur eru ekki hafnað. When we have this root of rejection in us, Ef við höfum þessa rót höfnunar we think people are rejecting us and they're actually not. og þá höldum við að fólk sé að hafna okkur og það er ekki að því. Maybe they're just having a bad day. Maybe they're just having a kannski bad bara day. slæman dag. Yeah. Já. And they didn't greet me today. Og þeir heilsuðu mér ekki í They dag. walked right by me. Þeir gengu fram hjá mér. And you think, oh, Oh. what did I do? Hvað gerði ég? I must have done something Ég wrong. hlýt að hafa gert We eitthvað go rangt. right to that Og já, instead of like maybe they had a bad day. kannski áttu þau bara slæman dag. Maybe their mind was someplace Kannski var else. hugur þeirra einhvers staðar annars staðar. So what happens is we begin to be tormented because of this. Svo það sem gerist er að við, já, okkur byrjar að líða illa út af þessu. Now, on your paper and pen, Blaðu og blýantur. some of us might have thought, well, I don't think I'm in any of that list that she read before. Sumir gætu kannski hafa sagt, ég held að ég sé, þetta eigi ekki neitt af þessu við mig. But what I want us to look at is the results of rejection. En það sem mig langar að við lítum á er ávöxtur And if höfnunar. any of these things are showing up on the tree, Þegar einhverju af þessum hlutum byrja að birtast á then there trénu, must have been a seed that was planted that has to be uprooted. þá hlýtur að vera sáðkort sem var einhvern tíðan planta sem þarf að slíta upp. So we have something rebellion. Svo ef við höfum með uppreist, You find you're rebellious, you don't want to submit to authority. þú ert uppreisnargjörn, þú vilt ekki beygja þig undir In other words, it's always my way or the highway. bara minn vegur eða já, hævegi. You have like a rebellious streak, they call it. Þú ert eins og uppreisnargjörn. Anger.
Reiði. You find you get angry and you don't even know why this anger's there. Þú finnur þig reiðast og þú veist ekki af hverju þessi reið er þar. Bitterness. Beiskja. You're bitter. Þú ert beiskur. Guilt. Sekt. You still feel guilty even though you were forgiven. Þegar þú upplifir sektarkennd jafnvel þó að það sé búið að fyrirgefa þér. Inferiority. Og minnimáttakennd. You don't feel like you're as good as someone else. Þér finnst þú ekki jafn góður og einhver annar. That if I could only teach like them, Ef ég geti bara kennt eins og þeir. if I could only be as successful as Ef ég them. geti bara náð sama árangri og þeir. Poor self-image. Léleg sjálfsímynd. You look in the mirror, you don't like what you see, Þú lítur í spegil og þér líkar ekki það sem þú sérð and you don't feel like you're good enough. og þér bara finnst þú ekki nógu góður. Escapism, Og að flýja like daydreaming, eins og, flýja yfir í dagdrauma. either with drugs, with alcohol, Jafnvel með áfengi eða eiturlyfjum. even television or work. Jafnvel sjónvarp eða vinnu. They can be our places of escape Það geta verið svona flóttaleiðir fyrir because okkur. we don't want to think about and deal with what we're dealing with. Við viljum ekki fást við það sem við þurfum að fást við Judging others, og að dæma aðra. fear of all types. Ótti alls konar. You see, God hasn't given us a spirit of fear, Guð hefur ekki gefið okkur anda ótta, but of power, love, and a heldur sound anda mind. máttar, kærleika og stillingar. And fear of all types Og ótti hvers konar is not from God. ekki frá Guð. So if we're fearful, Svo ef við erum ótta that's full, one of the fruit that comes up on the tree that shouldn't be there. að það ákveðin ávöxtur sem kemur á trénu sem ætti ekki að vera þar. Hopelessness. Vonleysi. We don't have hope. Við höfum ekki von. Defensiveness. Og að vera alltaf í vörn. We're very defensive. Við erum í vörn. If someone tells us something, Ef einhver segir okkur we eitthvað, become defensive. We already have an answer að þá höfum við þá þegar svar to defend it. til að verja okkur. We have someone on our team that we work with, Það einhver í hópnum okkar sem við vinnum með and he's very funny because back before he went through this and was delivered, og vegna þess að áður en hann fekk lausn, I þá would fór hann call í him gegnum in eitthvað to af talk to him about something, Ég var að tala eitthvað við hann and before I could even finish, he had this whole explanation of what really took place. og áður en ég gat lokið máli mínu þá var hann búinn að útskýra allt hvað hefði gerst And every time, og í hver skipti and I would be like, We next said- time I would call him in, og ég sagði næsta skipti þegar ég I would kallaði say, hann inn don't speak until I'm finished. og sagði ekki segja orð fyrir en ég And then búinn you'll að get tala the whole meaning of what I'm trying to say. svo að þú fáir að skilja hvað ég að reyna að segja þér. But he was very defensive about everything. En hann var alltaf í vörn á öllum sviðum. But not anymore. We En can joke ekki about lengur. it. Then hardness. Hardness. Síðan bara að vera We have a hard heart. harður. Hardness. Já. Yeah. And distrust. Og vantraust. So we don't trust people easily. Treystum ekki fólki auðvitað. Disrespect. Og vanvirðing, Competition. samkeppni. We're very competitive. Við erum alltaf í samkeppni. And jealousy. Afbrýði. If someone has it, I want it. Ef einhver hefur þetta þá vil ég það. And perfectionism. Og síðan fullkomnar árátta. That we have to be perfect. Við verðum að vera fullkom. And if we can't do it perfect, we're not going to do it. Og ef við getum ekki gert þetta fullkomlega þá ætlum við ekki að gera það. God's not expecting us to be perfect when we do things. Guð ætlast ekki til þess að við séum fullkomin í öll okkar verki. Actually, when he called us to go to Kenya, Þegar hann kallaði okkur til Kenya, I didn't feel very qualified. mér fannst ég ekki mjög hæf. And I was asking God, are you sure? Og ég var að spyrja hvað ertu viss? Don't you know who I am? Like Veit hann ekki hver ég er? my past, what I've done? Fortímina, hvað ég hef gert? Why are you calling me? Akkur þetta kalla mig. And I really honestly didn't feel qualified to do what he was asking us to do. Mér fannst ég bara ekki hæf til að gera það sem hann var að biðja okkur að And I gera. definitely knew I couldn't do it perfect. Og ég vissi bara I knew að I ég gæti couldn't. ekki gert það á fullkominn hátt.
And to this day, I still can't do it perfect. Og fram á þennan dag að þá get ég ekki gert á He fullkominn hátt. helps us every day. En hann hjálpar okkur á hverjum degi. Praise God. Dýr sé Guði. And asking me to teach and to do what I'm doing now, I never dreamed I could do it. Og að biðja mig að kenna og gera það sem við erum að gera núna, mér dreymdi aldrei að ég gæti gert það. I had a lot of this fruit on my tree, Ég hafði fullt af þessum ávöxtum á trénu mínu and I didn't think I could do it. og ég hélt að ég gæti bara ekki gert þetta. You see, Sjáðu. when we have a root of rejection, Það eru rætur höfnunar we make inner vows. sem að við, já, þegar við gerum innri heit, It's like we're building a big wall. það er eins og við séum að byggja eða reisa þykkan múr. Some things we say are this: Stundum segjum við eins og svo, people are not going to mistreat me anymore. nú, já, ég læt ekki fólk bjóða mér hvað sem lengur. I'm not getting hurt anymore. Ég læt ekki særa mig lengur. We make these promises, Og við gerum okkur þessi heit, like these inner vows. svona innri heit. I'm not going to let anyone be important to me ever again. Ég læt engan vera mikilvægin í mínu lífi aftur. And what happens is we begin to think we can accomplish these things on our own. Og það sem gerist að við förum að halda við getum ráðið við þetta ein og sér. And we don't trust Og við treystum ekki and allow anyone to get too close to us og leifum ekki neinum að koma of nálægt okkur or to know us very well. eða þekkja okkur mjög náið. We have these surface relationships Við höfum þessi sirkus sambönd. because if someone Yfirbors, já. Because if- Yfirbors sambönd. because if someone really knows me, Ef einhver virkilega þekkir they're mig, not going to like me as much anymore. að þá mun honum ekki líka vel við mig lengur. And what happens, why these vows are so destructive in our life, Og það sem gerist, why these já, vows ástæðan fyrir því að þessi, are so destructive af hverju þetta er svo skaðlegt í líf in our okkar, lives, í líf okkar, is that we make them as if we have the power að við umgöngumst þau eins og að við höfum valdið to fulfill it. til að uppfylla það. And we actually don't. Og við gerum það ekki. We don't possess such power. Við höfum ekki þvílíkt vald. Only the Holy Spirit Aðeins heilagur andi possesses that kind Hefur- of power. það vald. So we can't live by these vows that we've made and these walls that we built. Svo við getum ekki lifað af þessum veggjum eða þessum heitum sem við höfum heitið okkur sjálfum. Because then what we're doing is telling God, we don't trust you, that you can't take care of us. Því að þá erum við bara að segja við Guð, við treystum þér ekki Guð og þú getur ekki séð okkur. So a person with roots of rejection Svo að manneskja sem hefur rætur höfnunar will not have a victory until he has a revelation of how much God loves them. hún mun ekki koma inn í sigurinn fyrir hún fær opinberun af því hversu mikið Guð elskar hana. This here. Þetta hérna. You see, we need a full revelation. Við þurfum fulla opinberun. Past the song, Jesus Loves Me, This I Know. Já, Okay, that's a good song. já, það er góður söngur. But sometimes our revelation is only that deep. We don't go deeper. Do you understand what I'm saying? I lost you. You lost me. Come back, Kristen. What I'm saying is, we need a deeper Við revelation þurfum dýpri opinberun of how much God really loves us. á hversu mikið Guð virkilega elskar okkur. And the only way we get that Og eina leiðin til þess að fá is þá by opinberun spending time in His presence in worship. að eyða tíma í nærveru hans Spending time Í in lofgjörð. His Word og í orði hans and what His Word actually says about us. og það sem orði hans segir okkur And meditating on that, og íhuga það, saying it. segja það. On my mirror, Á speglinum mínum I put 2 Corinthians 5:21, þá annað Korinthubréf 5:21 and I wrote it out. og ég skrifaði það. Donna, Donna, you are the righteousness of God. þú ert réttlæti Guðs
because he made him to be sin just for me. Vegna þess að hann gjörði Jesú að synd And bara every day fyrir mig. I'd look in that mirror. I Og- said the words. Hverjum degi þá horfi ég í speilin og þá segi ég þessi orð. I knew it was here, Ég vissi það var hér, but it was just here. en það var bara hér. I'm talking about when it drops from here to your heart. Og ég er að tala þegar það kemur frá úr höfðinu og niður í hjarta. There's an explosion that takes place. Það sprenging sem á sér stað. One day, Dag I nokkur, said it just like I always say þá it. sagði ég þetta bara eins og ég var alltaf But that day I began to jump. En þann dag And I byrjaði began ég to að hoppa. shout. Ég byrjaði að hrópa. Donna, you really are the righteousness of God. Donna, þú ert virkilega I réttlæti get Guðs. it. Ég upplifði það. I thought I got it before. Ég hélt ég hefði það. But to me, they were just words I was reading on a page. En þetta voru bara orð sem ég var að lesa á síðu. We have to meditate on the word. Þú þarft að íhuga orðið. That means we need to speak it. Við þurfum að tala það. We need to chew it. Við þurfum að tyggja það. We need to talk about Við it. þurfum að tala það. So meditating is like walking and saying, Íhugun eins og að ganga og segja, Jesus, in your word, Jesús í orðinu it þínu. says that by your stripes I was healed. Það segir að fyrir benjar þína var ég heilbrigður. Therefore, Þess this vegna, sickness I'm dealing with has to go. þessi sjúkdómar sem ég er að fást við, þeir Because verða your að word víkja. says, your Eins og word orðið þitt says, segir. by your stripes I was healed. Fyrir þínar benjar Jesus, the blood you shed on the cross was just for me. Blóðið sem þú úttektir á krossinu var By bara your fyrir mig. stripes I was healed, I receive it. Og fyrir þínar benjar læknaðist ég og ég meðtek það. That's meditating. Það er að íhuga. It's not just reading and saying, by his stripes you are healed. Ekki bara að lesa og segja, já, fyrir hans benjar var ég læknaður. Meditation is more. Íhugun er meira. It's like looking at your food that's served on the table. Það er eins og að líta á fæðuna sem er á borðinu þínu. And we've been getting some very good food. Thank you, Disa. Við erum búin að fá góðan mat. Takk Dísa. And looking at it and like going, wow, that looks really good. Og líta á það og segja, ok, þetta lítur vel út. Yeah, I know that's good. Ég veit að þetta er gott. But until you actually take it and eat it, En þar til þú bara tekur það og etur you það, don't experience how good. þá upplifur ekki hversu gott. And that's with the word. Og það er orðið. So with overcoming rejection, this is key in our healing. Svo að að sigrast á höfnun er lykill að lækningu. When we discover how much God loves Þegar us, við uppgötum hversu mikið Guð elskar okkur, we begin to get well. þá byrjar okkur að batna. You see, this is a process. Þetta er ferli. It takes time. Það tekur tíma. Because often what happens, Oft það sem gerist, you see the seed that I gave you? sjáu þið sákorni sem ég gaf ykkur, These seeds are planted, þau eru gróðursett, sometimes even in the womb. stundum í In the womb. móðurkviði. You know, babies can hear when they're in the womb. Vitið að börn geta heyrt þegar þau eru í móðurkviði. That's why we speak to them and tell them how much we love them. Þess vegna tölum við til þeir og segjum þeim hversu mikið við elskum But they þeim. also hear words like, you're not wanted, I didn't En want þau you. heyra líka orðin þegar þeim er hafnað. So Þín er ekki Satan, óskað. no respecter, he doesn't care, Satan, hann fer ekki mangri rálit and he plants the seed. og hann plantar, Now the seed Sæði. doesn't grow immediately. sákornin byrjar ekki að vaksa strax. So what happens is when I go out and plant a seed for our garden, our shamba, we plant maize. Svo að það sem gerist þegar ég fer út að planta sæði, I don't go out the next day and expect to see maize. ég fer ekki út næsta dag og Where are you? reikna með að sjá ávöxtun. So what happens is these sem- seeds that are Það planted sem gerist, sákornið sem er gróðursett, are often forgotten. við glemmum því stundum. Often we're not even aware. Við erum ekki meðvituð það. So as a child, Svo sem barn, there's seeds that were planted, það voru sákorn sem var plantað, judgments we made sem sagt, against our parents, against Já. other people, við dæmdum foreldrakar og annað fólk and we forget about them. We go on with og life. við gleymum þessu og höldum bara áfram að lifa okkar lífi.
But the seed's still growing En sákornið að vaksa. because that's God's law in motion. Vegna þess að það lögmál Guðs í þessum heimi. Seed time and harvest. Það sáning og uppskera. Whatever you plant, Hvað sem þú sáir, you're going to reap. það myndu uppskera. Good Gott, or bad. slæmt. So it keeps going until it's taken to the cross Svo það heldur áfram að vaksa þar til við tökum það and krossinum uprooted with the blood of Jesus. og það bara tekið upp með blóði Jésu. Praise God for Jésu that. Guði. Praise God for Jesus. Takk Thank you, þökkum þið fyrir Just Jésu. say thank you, Jesus. Takk Jésus. Thank you, Jesus. Takk Jésus. But it's us to realize, En það er fyrir okkur að uppgötva after looking at the causes að þegar við höfum litið á and orsakirnar the results, og afleiðingarnar, that there were actually some seeds planted að það var sáðkornum sáð that I need to uproot. sem að ég þarf að uppræta. And that's important. Og það mikilvægt. We must be rooted and grounded in the love of God Við þurfum að vera gróðursett og grundvölduð í orði Guðs and who we are in Jesus Christ. og í þeirri þekkingu hver við erum í Jesú Kristi. So with every revelation of God's word, Svo að sér hver opinberum Guðs orðs, as you receive it þú meðtekur hana and you believe it, og þú trúir því, you get more healing. að þá færðu meiri lækning. It all comes to the word. Það kemur allt í gegnum orð. We have to know who we are in Við þurfum að Christ. vita hver við erum. It's so important. Það er svo mikilvægt. I feel like many Christians walk around Ég held að margir kristnir þeir gangi never knowing who they are in Christ. og viti aldrei hverjir þeir eru í Kristi. Yes, they've accepted what Jesus has done. Þeir hafa meðtekið það sem Jesús hefur gert. They're born again, Þeir eru endurfæddir, but they don't really know now who they are. en þeir vita samt ekki hverjir þeir eru. Because when we know who we are, Þegar við vitum hver við erum, there's a confidence that comes að with þá that. ákveðið öryggi sem kemur, sjálfströst. Praise God. Dýr sig Guði. So we need to see Svo við þurfum að sjá that a person can still be a Christian, born again, að manneskja getur verið endurfædd kristinn but still be insecure en samt óörugg because they're not rooted in Jesus Christ, vegna þess að rætur þeirra eru ekki í Jesú Kristi, in the word of who they are. í því virði sem þau eru. You have to ask yourself some questions. Og þú ætti að spyrja því spurninga, Who are you depending on? hvern reiði ég mig á? What does it take to keep you feeling good about yourself? Hvað þarf til að þér líði vel með sjálfan þig? Think about it. Hugsaðu það. Does your personal sense of well-being Þín persónlega upplifun að líða vel, depend on what other people say or do? byggir það á því hvað aðrir gera og segja? Do we have a bad day if someone's not nice to us? Eigum við slæman dag ef einhver ekki virkilega bara næs við okkur We eða should- góður við okkur? Are you easily manipulated and controlled by other people? Auðvelt að stjórna þér, lætur þú auðveldlega stjórnast og flækjast með öðru fólki? In other words, you find yourself saying yes when you should be saying no, and no when you should be saying yes. Já, þú finnur sjálf að þið segja nei þegar þú ættir að segja já og já þegar þú ættir að segja nei. Because we're easily manipulated. Vegna þess að það er einhver sem að manni blekkja þig. We should be stable in Christ. Við ættum að vera staðföst í Kristi, Nothing else. ekkert annað. Tell your neighbor, in Christ, Í Kristi segðu nágrannanum, nothing else. Praise God. dýr sig Paul Guði. prayed for the church in Ephesians, Páll bað fyrir kirkjunni í Efesus, in Ephesians 3:17. Efesus brefið 3:17 I'm going to read the Amplified version, og ég ætla að lesa Amplified. which says, May Christ through your faith Kristur í gegnum þína trú actually dwell, í raun dvelja settle down, og taka sér bústað abide, og dvelja make his permanent home in you, og gera sér bara
endanlegt heimili í þér, in your hearts. í hjarta þínu. And may you be rooted, Og að þú meir vera rótfastur deep in love, í, what verse is this? Já, til þess að Kristur megi fyrir trúna búi í hjörtum þar and founded securely in love. og þér verða rótfestir, grundvallaðir í kærleika. So in other words, we're to be rooted Við höfum að vera rótfast and grounded and founded og grundvölluð securely in his love. á öruggan hátt í kærleika hans. Hallelujah. Halleluja. He paid the price. Hann greiddi gjaldið. He paid a high price Hann greiddi hátt gjald because we're very valuable. vegna þess að við vorum mikils virði And he wants us to know we're og valuable. hann vill að við vitum að við erum mikils virði. He wants us to know that we know that we know Hann vill að við vitum að við vitum að við vitum that we're loved að við erum elskuð and we're accepted og við erum meðtekin just because of his love. bara vegna kærleika hans. We don't have to depend on our pocketbook, how much money we have, Við our þurfum job. Að reiða okkur á veskið okkar eða vinnuna, hversu mikla peninga við höfum, The way we look, hvernig við lítum út or how people treat us. eða hvernig fólk kemur fram við okkur. It's not based even on the size of our ministry, Það ekki jafnvel byggt á okkar þjónustu, whether you're married, hvort þú ert giftur, whether you have children. hvort þú átt börn. You see, we try to find our security in all these other things. Við reynum að finna öryggi okkar í öllum þessum öðrum hlutum. If I can just get married, Ef ég bara get if I gift can mig, just have children, ef ég get bara eignast börn, if I can just make a lot of money, ef ég get bara eignast mikla peninga, then I'll be secure. þá verð ég öruggur. And Jesus is saying, just come to me and be secure. Jesús að segja, komdu bara til mín, þar er öryggi. A lot of times people in ministry Stundum í þjónustu fólks find their security in that. að þá finnur fólk öryggi sitt í að þjóna. And if they're not in ministry, they wonder, what are we doing? Og ef þau eru ekki í einhverju þjónustu, að þá er það að hugsa, ja, hvað er eiginlega að gera? It's the same with the job. Og þetta er sama með vinnu. And a lot of times when people retire, Oft þegar fólk sem sagt, hættir að they vinna, struggle with the sense of, who am I now? að þá hefur það þessa tilfinningu, hver er ég eiginlega? So we need to be Og secure við þurfum að vera örugg in who we are í hver við in erum, Jesus through all stages of life. á öllum sviðum lífs okkar, að við höfum öryggi okkar í Jesú. Praise God. Þér sé Guði. Isaiah 54:17 tells us this. Jesaja 54:17. No weapon formed against you shall prosper, Engin vopn smíðu verða á móti þér, and every tongue that rises against you munu sigurvænleg verða. in judgment Sér hver tunga sem you upprís shall gegn, show in the wrong. sér hver tunga sem rís upp gegn þér til málafella skalt þú kveða This niður. is the heritage of the servants of the Lord. Þetta er hlutskipti þjóna drottins. No weapon formed against us shall prosper. Engin vopn sem smíðu verða á móti okkur skulu And verða sigurvænleg. every tongue Og sér that hver rises tunga against us sem in judgment, rís upp gegn okkur með dóm, we shall condemn. við kveðum niður. In other words, we don't absorb that Við condemnation. meðtökum ekki fordæmingu. We condemn it Við fordæmum. and get rid of it. You have a blood-bought right Þú hefur blóði keyptan rétt to be secure. til að vera öruggur. Let me say that again. You have a blood-bought right Hefur blóði keyptan rétt to be secure. til að vera öruggur. To believe that you have worth Til að trúa að þú hafir virði and value. og gildi To like yourself. til að líka við sjálfa þig. You know, some people have a real problem with liking themselves. Sumir eru í vanda með þetta líka við sjálfa sig. We have a blood-bought right to like ourselves. Við höfum blóði keyptan rétt til að líka vel við okkur sjálf. Actually, to love ourselves. Til að elska okkur sjálf. How are we supposed to love our neighbor if we don't love Hvernig höfum ourselves? við að elska nágrannan ef við elskum okkur We're ekki told sjálf? love your neighbor Okkur er sagt að elska as you nágrannan love yourself.
self. eins og þú elskar sjálfan. And I think that's a big problem in our Og societies, ég held að þetta sé vandamál í þjóðfélaginu is okkar. a lot of people don't love themselves. Margir elska ekki sjálfan sig. Therefore, they have a hard time loving their Þess vegna neighbor. erfitt fyrir að elska aðra. And I think Jesus is saying, Og ég held að Jesús sé að segja, focus on your blood-bought right beindu augum þínum að þínum blóði keypta rétti, to be loved, að vera elskaður, accepted, meðtekinn and valued. og hafa gildi. Praise God. Dýr sé Guð. Thank you, Jesus. Takk Jesús. So what I want to do is move into a time. Og það sem mig langar að gera, I mean, there's a whole lot more to say, but I think what we said is enough today. það mikið meira þetta að segja en ég held að við sagt I nóg í think dag. a lot to chew on and a lot to think about. Mikið að hugleiða og hugsa But the way to our freedom en leiðin inn í frelsið okkar and our healing eða lækningu is through forgiveness. í gegnum fyrirgefningu. Okay? We need to forgive. Við þurfum að fyrirgefa. Okay, so as we were writing down some things, Svo sem við vorum að skrifa, we need to think about the original event. Maybe some of you had an original event. þá manstu kannski eftir einhverjum atburði í fortíðinni, Something that took place. eitthvað sem átti sér stað And you need to think about that og þú þarft að hugsa það and realize by looking at the fruit og gera þig grein fyrir því með því að horfa á ávöxtinn that maybe there was some things on my tree að kannski var eitthvað á trénu and I don't like them. I don't want them og there. einhverjir ávöxtir sem að mér bara líkar ekki við það. And the way to get rid of them Og leiðin til þess að losna við þá is by recognizing they're there að gera sig grein fyrir þeir eru þarna and then bringing that to the foot of the cross og koma með þá að krossinum where we tear up the roots þar sem að við rífum þá upp með rótum so they can no longer prosper in our life. svo að þeir get ekki lengur borið ávöxt í okkar lífi. Now forgiveness Fyrirgefning is essential. mjög nauðsynleg. Without it, there's no healing that can take place. Án fyrirgefningar getur engin lækning átt sér stað. If we don't forgive men their trespasses, then we're not going to be forgiven. Ef við fyrirgefum ekki mönnum misgjörðir þeirra þá verður okkur ekki fyrirgefið And unfortunately, some things that have been done to us, og því miður sumt sem hefur verið gert á okkar hluta we can try to justify and say, but that was really wrong and bad, so I don't need to forgive. Við getum reynt að réttast okkur og segja heyrðu, þetta var svo slæmt að ég þarf ekki að fyrirgefa. But when we're in unforgiveness, En ef við erum í ófyrirgefningu we're in a cage. að þá erum við eins og í It's hurting us. og það særir okkur. It's not hurting the people who hurt us. Það særir ekki fólkið sem að særiði okkur. My birth father, I had to forgive. Blóðfaðir minn, ég varð að fyrirgefa honum. And it doesn't mean you have a relationship with them. Maybe you do, maybe you don't. Það hefur ekkert með að gera og hafi samfélag við þetta fólk eða kannski ekki. But by our will, we have to choose En to með forgive vilja okkar þá veljum við að fyrirgefa. and release them Og við and þörfumst bless þess them who've cursed us or hurt us. og blessa þá sem bölva okkur. So what I would like to do Svo það sem ég vil gera is move into a time að koma inn í tíma where we can come and we can take a physical faith action step að við getum tekið svona trúarleg skref, líkamleg trúarleg skref. It's good to put action to what we're believing. Það gott að framkvæma það sem við trúum. So if there's anything, Ef það eitthvað, anyone einhver that needs you need to forgive, einhver sem þú þarft að fyrirgefa. or you just want to tear up the roots and put your trust in Jesus for the healing, Og þú vilt rífa upp með rótum og treysta Jesú fyrir lækningunni. what I would like us to do is maybe we can stand together as we're thinking about it. Ef við getum bara staðið saman, And if you have your paper that you wrote anything, hugsum það og ef þú ert með miðan þar sem þú it's skrifaðir, between you and God. þetta milli þín og Guðs. What I would like you to do is take a moment to come to the altar En
bara þú tekur smá stund og kemur að altarinu And you can tear up the piece of paper here, as this is the cross here. og þú getur rifið miðaninn hérna við krossin. We can't nail it there. Við getum ekki Today, I would like to Já. nail it, but we can't do it on that Við getum cross. ekki nelt þetta á þennan kross, hann er But I ofan would frá like you, just as I pray, I just would like you to come, and sem it's sem between við you and biðjum. the Lord, þá bara vil ég biðja ykkur að koma because I really believe that healing is going to flow and vegna þess að take ég trúi place. því að lækning muni As flæða. you release things that maybe you've been holding for a long time. Við leysum hluti sem við höfum kannski haldið í langan tíma. Hallelujah. Þannig, So, Father, we thank you. Faðir, við þökkum þér, Thank you now for your forgiveness that þökkum þér fyrir fyrirgefninguna you gave us at the cross. sem þú gafst okkur á krossi, So as we come now to the altar and lay these things before you, svo sem við komum nú að leggja þessar hluti we fyrir þig, believe that you're washing them all with the blood of þá trúum við Jesus. því að þú þvoir það burt í Jesú nafni. And that healing and forgiveness is taking place Og now lækning og fyrirgefning eigi sér stað in the name of í Jesú Jesus. nafni. We worship you, Lord. Við So you tilbiðjum can þig, just Faðir. bring your papers. Ef þið viljið koma með miðana, You can tear them up and bring þá them megið to þið the bara rífa þá front. hérna. Nobody's going to read your paper. Það ætlar enginn að lesa We're blaðið just going þitt. to get rid of it Þú getur, við bara hendum því and take a physical step that shows tökum- action to our faith. líkamlegt trúar skref. Thank you, Lord. We worship you, Jesus, and Amen. praise your name. Just lay him here. Maybe we can play something here. Play some worship. And just spend some time with the Lord. No, we don't have to lay hands on you or pray at this time. We just want to between you and God as we worship and just honor him for what he's done. Thank you, Lord. We worship you, Lord, and give you praise. There's none like you, Lord. There's freedom in this place, Lord. We thank you, Jesus. Thank you, Lord. We worship you and give you praise. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father. I just want us to worship and give him thanks for his love. Love you, Lord. Today's a new day. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Worship you, Jesus, and give you praise. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We worship you, Lord, and give you praise. Holy,
more.